Það margt í boltanum sem breytist, en það eitt sem breytist aldrei. Virðing fyrir leiknum. Borgun. Bættu smá Manchester í lífið. Icelandair. Rakel, bikarmeistari í dag, gefur gömlu félögum, hvernig er tilfinningin? Bara, ég er í listinni. Ég er svo glöð. Hvernig er þetta spilamennska tíðsliðis í dag? Við byrjum mjög vel og náðum að skapa okkur alveg færi, skorum 20. mínútu sem að gaf okkur smá svona ekstra. En svo komum við ekki nógu ákveðnir út í seinni hálfleikinn. En svo bættum við aftur í og það skal bikarmeistari til. Er ekki blendað tilfinningar að leggja þitt gamla lið á velli? Jú, svo sem ekkert rosalega skemmtilegt kannski að keppa móti þeim en það er nú verið 2 ár síðan ég fór þannig að það er milljón manns skipt lið áður þannig að ég er svona verið búin að jafna það á sig. Var einhver hrollur í ykkur þegar það er jafna? Ertu kannski að hugsa að þið getur tapað þessu? Nei, maður má ekki hugsa þannig, maður verður að hugsa bara að maður verður að halda áfram og skora það bara annað. Þannig að ég held að það hef ekki komið neitt eitthvað svoleiðis í lið. Sá það í viðtalið að varst sagt að þær eru orðið Íslandsmeistarar eftir að komast yfir en er það bara þeim skemmtilega að vinna bikarinn að mér? Jú, þetta var náttúrulega mjög erfitt að segja að taka móti Íslandsmeistaratitlum en þetta var bara mín ákvörðun sem ég tók og ég tel að það var verið rétt. Þannig að ég er bara sæll að káta bikarmeistari í dag. Þú fagnar alveg að þú skorar? Já, maður verður ekki að gera það. Hvað tekur við í kvöld? Matur, ætlum bara. Það er ekki með þetta.